Hæ. Hvert að ég horfa? Á okkur bara hérna. Á ykkur bara hérna. Mér finnst ég þurfa að horfa okkar kameru. Ég heiti Berglind Jónsdóttir og ég er starfsmaður Pírata og fenginn til þess að komi til að nýjum hönnunarstaðal. Og ég vil bara svona byrja að fara í gegnum þann gamla sem var hannaður í apríl 2016. Hérna sjáum við logo Pírata og notkun logos og leturgerðina sem er Montserrat og litirnir sem að voru eða eru notaðir. Þetta er bara fínn hönnunarstaðall sín tíma. Nú ætla ég að kynna fyrir ykkur tillögu mína á nýjum. Þarf að ég sé ekki neitt á þetta. Nei, úps, ásækja. Smá tæknilegar örðulegar. Býtu, what? Ok. Svona. Pirate Party Brand Guideline 2019. Sem sagt, ég lagði til að fara sem sagt svolítið ítarlega í logo, sína logo across formats, bara compass device, typeface, color, mismunandi format, grid og spacing, brand driven messaging, best practice og contact. En þetta eru svona appelsínugulir, eða svona textin sem appelsínugulir. Það er það sem ég mun fara í gegnum núna. Sem sagt, ég tók Pírata logoið með fiskinum og gerði smá hérna breytingu. Skar svona í þannig að þetta yrði svona kæmi svona aðeins meira út og breytti pínlítið laginu og svo bætti ég við hérna wordmark. Já. Hérna sjáum við logoið sem sagt með wordmarkinu sem sagt í miðjað við hliðina og hérna undir. Og ég bjó líka til reglu spacing þegar sett sem sagt á flöt, hvort sem það sé prent eða digital, þá er alltaf ákveðin spacing í kringum logoið. Svo sjá ég hérna logoið þegar ekki með saltfisknum, sem er líka eitthvað sem má kjósa og ástæðan fyrir ég gerði það er að því þegar logoið er pínu lítið á svona digital miðlum sem eru bara svona litli bannerar, þá sést saltfiskurinn mjög lítið, þannig að hann virkar bara sem punktur. En það er náttúrulega bara hægt að hafa bæði í, en það bara fer eftir hvað fólk vill. Svo sjáum við hérna muninn í þessari stærð og svo með saltfisknum og svo hérna og hérna hvernig spacingið er sem sagt, já, hvernig lít út. Og já, svolítið detail að þú veist, ef að við myndum fá einhvern tímann eins og fyrir kosningar, einhverja stofu til þess að vinna með okkur, þá er þetta mjög ítarlegt hvar logoið á að vera staðsett alltaf. Já.
og þetta einn af fontunum sem að ég valdi, sem heitir Proxima Nova og rosalega auðlessanlegur og mjög stór fjölskylda af mjög fallegum font sem mikið notaður í svona tech bransunum. Og þegar ég hugsaði, eða sem sagt þegar ég var að gera research hvernig var flott að presenta Pírata og hvernig þeirra identity gæti orðið enn sterkara, svona hvað Pírata standa fyrir, þá skoðaði ég mikið svona tech fyrirtæki, af því að Píratar eru nördar. Og mér fannst þessi bara einstaklega við hæfi. Og eins þessi Refrigerator Deluxe, sem svolítið meira bara svona upp á skraut í fyrirsagnir og notaður í þannig tilgangi og meira svona myndi ekki nota hann sem lítinn texta, myndi ekki segja hann var mjög læsilegur í því en mjög sterkur svona sem fyrirsögn. Og hér sjáum við bara mismunandi útgáfuna af Proxima Nova í bold, italic, medium og regular. Og sem sagt hérna eru leiðbeiningar hvernig best að nota á, þú veist, sem sagt í hvað tilgangi, hvort það sé headline eða bara sem svona lesin texti lítill. Og já, hérna extra bold og light thin. Og sem sagt hér tala ég í gætinum svona spacing og hvernig best að hafa fyrirsagnir. Og já, hérna spacing og hvað þarf að vera í. Ég veit ekki alveg hvað ég skilji mikið í svona designmáli, þannig ég ætla ekki að vera að drepa ykkur á leiðindum. En aðrir hönnuðir skilja þetta mjög vel og finnst þægilegt að fá þetta svona, af því þá getum við alltaf haldið sama, þó maður sér ekki mikið mun, þá sér maður mikið mun þegar í svona branding, þú sérð alltaf eins og svona stórt vörumerki eins og Vodafone. Ég notaði brandgætin frá þeim, þeir eru með 5 mismunandi brandgæta og það allt þetta sem hugsað út í og það bara til þess að halda consistency og þá eru bara ákveðnar reglur og þegar alltaf notar þá það sést munur eða þú finnur fyrir hann. Og hérna kemur svona alignment. Og svo komið að litunum, ég fór breytt ekkert mikið út af, eða sem sagt breytt ekkert, ég ennþá með fjólublá inni. En ég bætti þessum tveim hérna við. Þessi svona aðeins mýkri, off-white og þessi aðeins grári, ekki alveg svartur og virkar einstaklega vel á sem sagt skjá. Ekki jafn svona harður eins og svarti. En þeir virka mjög vel saman og hérna já, og þetta sem sagt primary color. Svo secondary color, þá ég með appelsínugula sem að Píratar voru ekkert tíma með fyrir lengur, bláan og svona sægrænan, eða svona, já, þetta reyndar allt öðruvísi á skjánum en á tölvunum minni. En hérna sem sagt, sægræni svona fyrir umhverfis og þessi litir secondary color, þeir eru notir sem svona fluff á sem sagt að við séum ekki bara bundin við fjólublá litin, að við getum verið með einhverja liti notað inn í auglýsingar, en þá það bara þessi paletta sem nýtt í ef við ætlum að gera einhverja teikningar eða hvernig sem það þá erum við með svona meira val til þess að fara hans út fyrir, en hinir eru sem sagt þessi hérna, þetta algjörlega primary. Og svo accent color sem eru bara litir sem eru notaðir við eins og eða það eitthvað svona warning eða
þú þarft að passa þig, cancel og hérna allt. Þetta eru alltaf þessi litur á skjánni bara en hérna já, hérna sjáu þið bara palettuna í heild sinni og já, svo hef ég verið aðeins að experimenta með hvernig það kemur út í svona eins og þetta var gert fyrir þingflokkinn. Eru þessi litir í palett? Ekki þessi, nei. En ég svindlaði bara pínu. Voru strax búin að brjóta ekki? Já, ég bjóða til. Þetta textin eða fontin? Já, þetta er fonturinn, þetta eru fontinnir. Þannig þið sjáu hvernig ég nota sko þessi hérna sem að virkar mjög vel í svona heading og svo fyrir lesin texta. Og svo hérna líka, þá er ég með græna litinn. Einmitt, það kemur ekki alveg sami. Ég vildi að ég geti bara sýnt eitthvað hérna. Þetta er aðeins öðruvísi sko. Sem sagt, já, myndin þá. Þetta lítur sem sagt svona út. Já, verða litir. Það var ekki. Einmitt. Já. Þannig já. Og líka nota svona gráan tón eða svona svart, svona dekkri tón í staðan fyrir hvítan finnst mér mjög fallegt og það stendur svolítið út þar sem að flestir að nota hvítan á heimasíðunum sínum. Þá þetta bæði umhverfisvænna, þetta sparar rafmagn og hérna með appelsínugula litinn. Mér finnst það bara svolítið töff. Má ég spyrja út í eitt varðandi heimasíðuna, ef að þetta style guiding sem er samþykktur. Já. Verða lengri textar á svörtum bakgrunni eða bara svona auglýsingar og svoleiðis? Nei, það verður sem sagt heimasíðan verður alveg þegar við viljum náttúrulega reyna að sleppa við að hafa alltaf langan texta og reyna að stytta en ég skil alveg eins og með reglur og annað þá þurfa það að vera. En verður hann dökk svona? Já. Ok, já, ég er nefnilega einn af þeim sem get ekki lesið það. Ok. Ég googlaði það daginn út af því að ég þurfti að fara með heimasíðu sem var með svartum grunni og hvítum texta. Já. Og ég þurfti sérst að afrita allan textan og kopía hann yfir í Word til að geta lesið það. Ok. Og það næst í helmingu mannkinn sem á mjög erfitt með að lesa hvítan text og svörtum. Já, það þá alveg svartur eða því þessi grár og þessi hvítur ekki alveg hvítur? Það var reyndar alveg svartur. Já, það skilir reynda mjög vel og ég tók svolítið eins og hvernig ég hafði þetta hérna sett upp. Þá sérðu, þessir 3 efstu þeir hafa miklu meira vægi heldur en svarti og alveg hvíti. Og þeir eru mun þægilegri í lesningu, sko, ég skil það alveg, það er mjög erfitt að lesa alveg svartan, þannig það er alltaf, þú veist, þetta er ekki alveg svartur. Það er alltaf eftir að vera... Já, það er þá kannski líka verið að nota þá ljósari grunnuna líka, eða Já, sem er meira svona beisaður og meiri bleikutónn í honum. Þannig að, nei, ég skil það alveg að lesa þannig. Þú veist, svona að það sé líka bara að fólki finnst þægilegt að lesa, þannig að við viljum að fólk lesi stefnurnar okkar og kynni sem málið. Það er með aðeins sjónskert fólk og almennt auðveldara með að lesa ljósa stafi og dökkum grunni. En þar fyrir utan er líka browser-effekt að þú getur í verktað litunum. Þannig að heildinni sé að það nota þetta minni orku en þú getur styrt þannig að láti alltaf browserinn skipta. Jú, það er líka hægt. Má vera leiðbeiningar þá sem hafning, svissa. Algjörlega, það er mér svo bara mjög góð hugmynd. Algjörlega, bara hafa þetta mjög notendavænt. Alltaf bara fólk hefur. En já, þetta er svona í heildina, það sem er komið. Og þá vantar mér eiginlega bara góð frá ykkur. Þannig ég geti haldið áfram þessari yndslegu vinnu. Hvernig? Þarna mútu stoppa í þarna logo-format pælingunum. Já. Hvernig, nú þetta oft mikið af fólki að flytta þetta. Já. Bara svona
hvenær maður má nota þetta, Hvenær má maður nota þetta sem án skreiðarinnar? Já. Og hvenær ekki? Sko, fyrir digital, þegar svona lítill fáni, þá myndi ég segja það eitthvað svona ákveðin stærð og þá getur þú farið að nota skreiðuna af því að þá hún að þjóna þessum tilgangi að hún sést. En þegar hún orðin eitthvað minni og það bara að fara að ríkjast punkti eins og þú sér það á þessu myndum, þá myndi ég vilja sleppa við það, sko. Það var að tala litla saltfiskina þarna. Já, en þegar hann svona stór. Já. Mæli því. En þegar svona lítill þá mjög erfitt að sjá það, sko. Já, þannig að ég myndi leggja það til. Já. Er það inn í gætnum hversu stór á að vera? Þú veist, hvað línan? Já. Nei. En ég skal bara setja það inn. En já. Þannig bara, hvað finnst þér? Ég bara mjög glad á það. Já. Ég bæði mjög glaður og líka smá framtíðar áhyggjur. Hinn svo stífur með sko hvenær nákvæmlega og nota hlutina og hvernig sko. Þessi aðeins með að vera lús. Mér finnst það mjög gott sko. Það gaman að geta aðeins leikið sér. Hvenær þú mátt? Það er hérna. Já, hinn það miklu meira það sem meiri reglur nákvæmlega hvernig við nota hvenær ekki. Máttir hafa logoið á, þú veist, á bakgrunnsmynd, alltaf vera með hvítan, þú veist, bakgrund og hringinn, sko. Já. Þú veist, þannig ykkur smátrið. Já, en svo núverandi hönnunarstaðli. Já, þannig að þú, já. Þetta meir upp á, þú veist, það sem að ég einblítur svolítið á bara spacing, stærðin og spacing í kringum, þannig að hann fengi alltaf að njóta sín logoið. En má logoið þá vera í hvaða lit sem eða bara í þessum primer í 3 litum, eða? Það eru þessir, já. Það eru þessi litir sem Já. Og er ekki ætlast til þess að, já, ég veit ekki, þetta brandgætt nr. 2 sem ég sé, hinn líka frá Byrðu, ætlast til þess að fóndurinn þarna sé sama hlutfalli alltaf við logoið, eða? Já. Þetta er sem sagt allt mælt. Skilurðu? Inn í þessu sæðstofu. Já. Og það annarkvort fyrir neðan eða hægra megin. Það ekki vera bráðar þessu. Ég hef náttúrulega séð þetta áður og er mjög sáttinn með þetta, mér finnst það mjög flott. Það eina sem að ég er þessi íhaldssama típa varðandi skreiðti og vill hafa það, en ég skil að það sé ekki þegar það er mjög lítið, en ég myndi alls ekki vilja sjá þetta logo stórt á skreiðarinnar, mér finnst það bara mjög mikilvægt fyrir okkar. Ég mitt tók það svolítið inn þegar ég man þú veist að tala um það og þess vegna langaði mér svolítið að það geti verið svolítið svona loose. En litirnir eru svo miklu flottar á tölvunum minni heldur en þessum skjá. Þeir eru samt alveg flottir, sko. Þeir eru mjög flottir, ég var alveg til að koma yfir að sjá litina og sjónum og í tölvunni í staðinn. Þið er sammála þér kannski. Þessi lítur þarna segja, er þetta sami liturinn og er fyrir afstæðið núna? Er þetta orðinlega Já, ok, þannig að skjárinn er bara helt blá. Hann er bara rosa blár. Ég skal bara sýna ykkur hérna. Sjá allir. Já, ok, ég skil. Já, þið skiljið. Já, ég sé það nú. Já, Ég ok. ætla að setja helstu myndina upp á Facebooku.
Og hérna sjáu þið græna, sko, feita. Já, fólk getur skoðað það. En þarna sést, vegna þess að þetta er gert sést undir oki gamla brandgæðsins, þarna hefði logoður sést fyrir öðruvísi. Þarna hefði verið öðruvísi. En það er eins og núna hef ég verið, þegar ég er búin að vera að hanna þessa hérna. Það heyrist í öllum. Já. Þegar ég hef verið að leika mig núna við að hanna þessar auglýsingar, það hefur tekið mér svo ábúrslega lítinn tíma og litla fyrirhöfn. Þannig að þetta er rosalega effektíft að vera með eitthvað svona sem að ég byrja að gera template líka eftir, þú veist, fyrir öll format, fyrir Facebook, fyrir Google og hérna, og eftir að gera fyrir vídeóin líka með Robba. Þannig Það er eins og núna þetta hana design dótið hana afsökulag. Er þetta bara go forth and be merry pæling og bara hafa hlutina cool eða er þetta eitthvað partur af einhvers konar guide líka? þetta var bara miklu skárra heldur en að vera með eitthvað svona jörð. Ég hugsaði svona, það er ekki nógu töff fyrir Pírata að vera með eitthvað svona, þeir þurfa eitthvað annað. Þannig já, einhverja fleiri spurningar? Harðandu, við séum ekkert logo. Já, ég ætla einmitt bara að segja, hvað myndir þú setja logo? Eða er það bara óþarfið svo með hashtaggi? Já, sko þetta var svona gert fyrir svona covermynd. Hvað er það? Covermynd á Píratum. Og eiga ekki að vera logo? Ég yfirleitt nota ekki logo því það er yfirleitt logo á prófælmyndinni. Já. Þannig að mér finnst það svona overkill að vera með mörg logo eða svona sett stíl hérna. Það er líka ekki logo. Jú, hann er skafinn. Já, það er okkur mörgum. Já. Það er svona lítið Það er fjór. Já, ég sé það núna, ég sé það núna. En ég er saman sem svona sko, þegar við erum að, þú veist, við erum bara að tala bleika skattum, þá er, þú veist, þetta væri asnalegt greitt. Já, absolutt. Það er bara það er svona, bleiki. já. Mér finnst það koma ógeðslega flott út þegar er svona dökkur sko. En hann er ekki alveg svartur. Ég nota yfirleitt ekki alveg svartan á svona stóran greinum, sérstaklega ekki á skjá. Það er bara rosalega vont fyrir auga. Þannig ég var alveg heillengi að finna þessa liti sem að pössuðu vel saman. Ég sé, ég læg en gradum sem du vet það. Oh my god. Er enginn einhversi streymi sem er bara þessum þetta? Sem Það er enginn að tjá sig um þetta? streymir sem er... Kannski þessa stíla. Já, þú setja inn á viðbröð. Eða búsetja? Já, það ekki. Nei. Ég er búinn að setja líka stíl. Já, nei, varstu búinn að setja líka á... Nei, hérna til á... verkefni eða? Ég er ekki búinn að Nei, ok. Gera það. Já, ég fengi þess að finna hann líka að við erum búinn að skjána. Getur við ekki hætti inn á viðbröðin og tökum við kaffipásu í korter og þú bara... Það var einhverjir að tala um að, þú veist, skjárinn var ekki nógu góður og svoleiðis. Já. En þú veist maður, já, ekki ágætt að setja spjölinn inn á Facebook viðbröðin svo fólk getur skoðað þau í réttu litum sem eru á horfstæð. Ok, þá verð ég að taka fram að stafsetningin er ekki alveg... Það er brandgætt ekki. Þannig að... Ég var að segja... Þannig að ef ég sé fullt af starfsefnum þá má ég... Nei. Já, einmitt. Við varum að taka fundarliði til tímlu. Korter. Já, fundarliði til 20.55.
fleiri komið, ég kom að átta sinna aftur að þetta sé hræðilegt og skipta yfir í útrúlblót. Ég hef eina spurningu. Þarna hringurinn, eða bara þetta með hringurinn. Já. Er það ennþá, er hringurinn ennþá staðulegur eða kann það í burtu? Hringurinn er það farin í burtu. En ég tók hann í burtu aðalega af því að þyngdin er svolítið, hann er svolítið þungur. Fyrir hann tekur svolítið fókusinn af fánanum. Þannig ég leyfi fánanum svona meira að njóta sín. Og það er bara auðveldar að koma hann fyrir lógóinu með annarri grafík. Það er alltaf eftir að það er að njóta sín betur. En þetta XP, það var líka þetta Það er ekki neins. Það var bara í einum kosningum sem því var tróðið þarna. Og tók mikið á að fá að setja það inn á hringinn manni. Það var ekki auðveldast heimi. Þannig ég tók hringinn og setti Píratar með, sem sagt, með þessu wordmark. Það er engin hringur bara. Hörru, ég held svo ég ekkert að vanbúra það. Ég ætla þá að leggja tillögu fyrir fundinn að þessi brandguide verði tekin upp sem official brandguide Pírata á Íslandi og á sama tíma falli hinn úr gildi. Það verður einhver við þetta bæta. Og ég ætla bara ekki afgreiða með handauppfyllingu. Þeir sem eru samþykkið þessu, réttu hönd. Einhver eru á móti. Einhver sitja hjá. Þú mátt setja höndunum niður sko, nú er búin að bæða með á móti. Herru, þá telst þessi brandguide samþyktur. Vei! Og fundist slitið. Já. Yay! That was easy.